Ég ætla bara að stinga skannanum mínum í samband við tölvuna mína og þá hann bara orðinn virkur. Ég þarf ekki að gera neitt inn í kerfinu til að hann skilji að það sé komin skanni í samband. Það er bara leið og ég byrja núna, þá get ég byrjað að nota hann. En allavega skannin sem ég með, ég persónulega með þennan skanna þarf að stilla lyklaborðið mitt á ensku af því að ef ég skanna eitthvað núna, þá kemur hérna Ö í staðinn fyrir bandstrik eins og á lyklaborðunum sem sagt hjá okkur íslensku. Það Ö á þeim stað sem að bandstrikið á að vera. Þannig að ég þarf að fara hérna og breyta lyklaborðinu mínu í English. Það víst hægt að þjálfa skannana sína í að kunna að lesa rétt lyklaborð og mögulega eru bara betri skannar með betri valkostum, ég bara veit það ekki alveg. En allavega þegar ég að þessu þá þarf ég að breyta lyklaborðinu í ensku. Og ef ég skanna núna einhvern grip hjá mér, eða sjá að ég bara fer inn í hérna leitagluggann hér, þá get ég skanna grip sem ég með fyrir frami, svona. Og núna sjáu það er svona bandstrik. Og þá hann búinn að finna sem sagt þennan grip. Ef að ég byrja bara á því að segja sem sagt með að fá strikamerkin út úr kerfinu, þá viljið þið líklega gera þetta í eitthvað svona gáfulegum hollum eða eitthvað svoleiðis og þá myndi mögulega fara hérna í nánari leitina og velja kannski einhvern varðveislustað sem ætla að taka fyrir hverju sinni. Ég ætla bara að gera þetta þannig, ég ætla að finna allt í einhverju geymslu hjá mér. Allt í þessari geymslu 18 gripir. Þá ég komið þá hérna í leitina hjá mér, 17. Þá það hnappurinn hérna niðri sem svona skýrslu úttektirnar. Að ef ég smella á hann, já, og svo segi ég hérna allar, af því ég ætla að fá allar 17 í þessa skýrslu og segi flytja út. En þessar skýrslur voða mikið einhver sem við þurfum að vinna með ykkur af því að það sem einhver strikamerki sem henta einu safni henta kannski ekki öllum. Og ef ég útskýri kannski hérna, ef ég opna Word-skjalið, svona líta strikamerkin út núna og þetta svo sem kannski óþarf að hafa á miðanum sjálfum, ég veit það ekki, en þetta allt eitthvað sem við getum aðlaga bara með ykkar aðstoð. Ef að þið eru kannski með risastóra gripi, þá mjög leiðilegt að strikamerki sé svona pínlítið, ef þið eru að strikamerkja, bíla eða eitthvað. Og þá gætu við búið til eitthvað skýrsluform sem heitir, stór strikamerki eða einhver svoleiðis. Svo kannski einhver annar sem ætlar að nota límmiðaprentara, þar sem svona, fyrirfram ákveðin hólf sem að strikamerkin þurfa að hitta okkur og donni. Og þá þarf bara að fá aðlaga það með ykkur, bara eftir ykkar þörfum. Svo líka, sem sagt, undir því sem við kíktum á í gær, undir búnaður, þar getur maður líka tekið út strikamerki. Það bara gert eins, þið veljið hvaða kassa þið að fara að merkja, smellið á örina og þar einhvað líka sem heitir, þetta allt í vinnslu eins og ég segi, en hér komið eitthvað sem heitir Word strikamerki og ég segi allar og þá koma út sem sagt strikamerki fyrir kassana, það lítur svona út núna, en sem sagt, já, og svo eitt sem við erum ekki alveg búin að finna út úr ennþá og það eins og að það sé bara ég og Anna sem getur tekið út strikamerkin fyrir varðveislustæðina sjálfa, sem náttúrulega pínu misheppnað, en við ætlum aðeins að skoða það betur hvort að þið getið einhvers staðar nálgast það sjálf. Annars þyrftu við að senda ykkur svona lista yfir alla varðveislustæðin ykkar og strikamerkin fyrir þá. Og við þurfum líka að prófa það eins betur af því að maður hlýtur að vilja fá þau aðeins stærri. Ef þú ert að merkja rekkann eða hilluna eða eitthvað svoleiðis, þá viltu líklega hafa það aðeins stærra heldur en þau eru núna. Og til að útskýra af hverju þetta sniðugt, þá til dæmis get ég farið hérna í safnkostinn minn
og ég er kannski komin út í geymslu og ég er með eitthvað grip. Ég set bendilinn hérna í leitagluggann og nota skannan til að blípa strikamerkið og þá er hann bara búinn að finna þennan grip fyrir mig. Þannig að núna get ég kíkt og ég get bætt inn upplýsingum með hvað sem ég er að gera eða þá að ég get farið hérna í þetta sem heitir varðveislustæðir og þar sjáu þið svona bleikan svona reit og hérna gæti ég til dæmis skannað kassa sem hann ætti að fara í og þá sjáu þið línuna hérna hann er að vinna og þá er ég semst búin í kerfinu að setja þennan grip ofan í þennan kassa. Ég get líka, ég ætla að taka hann í burtu núna. Ég get líka sem sagt labba með hann og skanna sem sagt staðsetninguna á geymslunni. Og þá er ég búin að setja þennan grip. Þið sjáu að komi hérna, ég skannaði þessa geymslu og þessa hillu. Þannig að núna 18. er hann komin í þennan varðveislustað. Ég get líka skannað inn sem sagt einhvern annan búnað, þú veist ef ég ætla að tengja einhvers konar skjávarpa eða eitthvað við gripinn, að þá get ég skannað. Það er líka hægt að setja strikamerki á, þú veist, sjónvarpinn ykkar eða hvað sem það er. Það sem er ekki eiginlega safngripir. Svo er líka mjög sniðugt inn í til dæmis búnaður sem ég sýndi í gær. Ég ætla bara að hafna þessu. Þar get ég verið stödd hérna í þessum leitaglugga og ég get tekið upp kassa og ég skanna hann. Þá er kerfið búið að finna þennan kassa. Ég þarf ekki að skrifa inn eitt til að leita að honum. Bara þetta er kassin sem ég er með fyrir frá mig. Og hér get ég gert það sama. Ég get farið með bendilinn hérna inn í þetta bleika og ég get sagt, ég get skannað hann á þennan varðveislustað hérna. Ok, ég get skannað hann og sagt að þessi kassi er núna kominn á þennan stað. Ég get líka verið með gripi fyrir fram á mig og sem sagt bara skanna, þá þarf ég að vera samt með bendilinn hér og ég ætla að setja þennan grip ofan í og þennan og þennan og þá sjáum við að þeir birtast allir hérna fyrir neðan hérna. Þeir eru að poppa inn hérna sem sagt þegar ég skanna þá. Þá sem sagt eru þeir komnir hérna ofan í þennan kassa hjá mér. Ég þarf náttúrulega að vista ef ég væri að þessu í alvörunni. En svo getur líka verið að ég hafi labbað inn í geymslu, finn þennan kassa, skannan og svo er ég að taka eitthvað upp úr honum. Og þá myndi ég haka í þetta hérna sem heitir fjarlægja og er með bendilinn staddan hérna og ég tek þennan grip upp úr og þá sjáum við að hann hverfur hérna úr eftir sem að ég er bara að taka það upp úr kassanum, ég er að fara með einhvert annað. Og þá er þeir sem sagt farnir úr þessum kassa. Svo náttúrulega, já. Svo get ég líka skannað aðra kassa. Segjum að ætla að setja þennan kassa ofan í. Hann er líklega í stigveldin einhvers staðar hjá mér. Hann er ofan í einhverjum öðrum. Já, en það er sem sagt hægt líka að skanna minni kassa til að setja ofan í þennan kassa. Þá sjáum við hann komin hérna, þessi kassi er þá komin ofan í þennan kassa. Og svo líka, ég ætla að hafna þessu bara líka. En eins og þið sjáu þá var hann eitthvað við eða eins og þarna. Hún leyfði ekki vel að skanna hana því að hann var greinilega ofan í einhvers staðar annars staðar. Já, hann var ofan í einhverju minni kassanum sem að, já. Svo er líka hægt að nota þetta hérna inn í flutningsmódulnum. Ef þið eruð að flytja gripi, þá get ég búið til nýja flutning með því að smella hérna á plusinn. Ég er bara að flytja þá út af bara einhverju. Og það er það sama, allir þessi reitir virka eins
ég get byrjað að skanna þessa gripi sem eiga að fara með þessum flutning. Þá bara skanna ég þá. Og ég get skannað hvert þeir eru að fara. Að þá sjáum við að hérna stendur ný staðsetning, hilla 1. Þannig að ég er að fara að færa þessa gripi í þessa geymslu. Og og það er það sama. Ég get líka gert það sama, sagt fjarlægi og tekið það úr þessari þá hverfa þeir hérna. Og ég ætla semst að segja hérna færa á nýjan, íti á framkvæma. En já, þetta er sem sagt í grunninn hvernig er hægt að nota þetta og þetta mér finnst þetta mikill tímasparnaður svona eftir á þegar maður er að hringla svona með þá. En það er náttúrulega dálítið stórt verkefni að fara að strikamerkja allt. Og við erum búin að reyna að fá sem sagt spyrja út í hvaða önnur söfn í þessu kerfi eru að nota strikamerki, hvort að þau geti komið með eitthvað svona þessi praktísku ráð af því að það er búið að segja við okkur að sumir límiðar þeir eiga til að flagna af hillunum með tímanum, einhver pappír á það til að dofna þannig að eftir 10 ár eru kannski strikamerkin ekki jafn glæsileg og eitthvað svoleiðis.